Langvarandi sjúkdómar auka líkur á tannheilsuvanda. Fatlaðir, sjúkir og aldraðir þarfnast aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks við framkvæmd tannhirðu. Góð tannhirða er lykilatriði ef eigin tennur, tannplantar og brýr eiga að gegna hlutverki sínu til frambúðar. Á sjúkrastofnunum, hjúkrunarheimilum og í heimahjúkrun er nauðsynlegt að tannhirða skipi fastan sess í daglegri umönnun. Mikilvægt er að veita einstaklingsmiðaða aðstoð þannig að hver og einn fái þá hjálp sem hann þarf á að halda. Við tannhirðu mjög lasburða einstaklinga er mikilvægt að útskýra hvað stendur til, hækka höfðalag og koma handklæði fyrir yfir háls- og bringusvæði. Handþvottur er nauðsynlegur og notkun hanska skilyrði. Alltaf skal byrja á því að bera vasilín á varir og munnurinn er opnaður með því að taka varlega í höku sjúklings. Notkun frauðplastpinna auðveldar opnun munns. Mælt er með því að nota bitklossa sem komið er fyrir milli jaxlana til að halda munninum opnum og góð venja er að festa tannþráð í bitklossan. Tennur hægra megin í efri góm og neðri góm eru svo bustaðar með tannkremi, lágfreyðandi með háum flúorstyrk og öðru hverju með klórhexidíni. Þegar bitklossin er færður milli hliða munnsins er heppilegt að nota pinnan til að opna munnin örlítið meira. Hreinsið snertifleti tannana með tannþræði. Ef brýr, tannplantar eða ásetugómar eru til staðar, notið þá millibils busta og setjið klórhexidín gel á bustan. Notið lítið magn því alltaf er hætta á því að efnið berist í öndunarveg hjá mjög veikum einstaklingum. Í sama tilgangi má nota tannþráð með stífum enda sem hægt er að þræða meðfram tannholdi. Að lokum má strjúka yfir slímhúð með rakri gresju eða munnhreinsipinna og bera vasilín á varir. Hægt er að útbúa heimagerða bitklossa úr 4 til 5 tunguspöðum sem festir eru saman með límbandi og gresju vafið utanum. Margir eru með lausa tannparta í munni og áður en byrjaðar að bursta eigin tennur er tannparturinn tekinn út úr munni. Tennurnar eru burstaðar frá öllum hliðum með mjúkum tannbursta og flúortannkremi og öðru hverju með klórhexidíni. Ekki láta smá blæðingu frá tannholdi trufla ykkur. Hreinsið bara enn betur. Hvetjið síðan sjúklinginn til að skóla munnin með volgu vatni. Setjið að lokum örlítið flúortannkrem á yfirborð tannana. Parturinn er einnig þrifinn vandlega. Ef einstaklingur tekur inn lyf, skal fylgjast með því hvort hann kyngir þeim strax. Lyf í töfluformi sem liggja lengi í munni geta sært slímhúð. Forða skal öll lyfjaform sem innihalda sykur eða síróp. Nota skal sykurlausar útgáfur lyfja. Þeir sem ekki nærast í gegnum munnin mynda engu að síður sýklaskán á tann- og tungu yfirborði sem þarf að fjarlægja með góðri tannhirðu minnst einu sinni á sólarhring. Einnig er góð venja að væta tannhold, tungu, slímhúð og varir á 4 til 5 klukkustunda fresti með vatni eða gervimunnvatni. Nauðsynlegt er að tannhirða skipi fastan sess í daglegu lífi fatlaðra einstaklinga. Mikilvægt er að veita einstaklingsmiðaða aðstoð þannig að hver og einn fái þá hjálp sem hann þarf á að halda. Þó að tennur flestra fatlaðra barna séu í upphafi jafn góðar og tennur annarra barna eru munnsjúkdómar þó mun algengari hjá fötluðum. Sumir bíta og koka þegar tennurnar eru bustaðar og vilja ekki að munnurinn sé snertur. Vegna mikillar lyfjatöku fylgir oft munnþurrkur og ákveðin lyf valda tannholdsbólgum. Skert hreyfigeta og illa samhæfði vöðvar kalla á fulla aðstoð við tannhirðu. Gefið ykkur nægan tíma, útskýri hvað til stendur og fylgi þeim einstaklingsmiðuðu leiðbeiningum sem skráðar eru til dæmis á munnhirðu eyðublaði. Gerið ykkur grein fyrir hversu mikla snertingu viðkomandi þolir við munnin og aukið þolið smám saman. Notið ávallt hanska við munnhirðu og mælt er með því að nota fingurhlíf eða bitklossa til að halda munni opnum. Nauðsynlegt er að lyfta vörum eða kinnum frá til að sjá vel til. Tennur eru bustaði með tannbusta eða rafmagnstannbusta og flúortannkremi, auk þess sem nauðsynlegt er að hreinsa milli tanna með tannþræði. Notið klórhexidín við framkvæmd tannhirðunar öðru hverju. Rafmagnstannbusti hentar mjög vel við tannhirðu fatlaðra. Góð venja er að strjúka yfir tungu og slímhúðir með rakri gresju við lok tannbustunar og bera krem á varir og kinnar.
Líkamsstaða við tannhirðu annara er mikilvæg og heppilegt til dæmis að standa aftan í hjólastólinn eða aðstoða við tannhirðu þegar einstaklingurinn liggur út af. Fatlaður einstaklingur lærir að þekkja eigin tannhirðu áhöld og best er að tannhirðan fari fram í því umhverfi sem ekki er spennuveikjandi. Allir eru hvattir til að taka þátt í eigin tannhirðu eftir mætti, en fulla aðstoð þarf að veita stórum hópi fatlaðara að minnstakosti einu sinni á dag. Hluti fatlaðara einstaklinga sér að mestu leyti eigin tannhirðu, en nauðsynlegt er að haft sé eftirlit með framkvæmdinni. Endurnýja þarf tannhirðu áhöld reglulega. Heilbrigðisstarfsfólk ber ábyrgð á að fagleg aðstoð sé veitt við vandasöm þrif tanna og tanngerva.